reyndar áðan, þannig að sko aðganginn okkar að nefa þetta kraftinn sem við erum að spyrja mörgum í mörg ár og við þurfum svo mikið sem að sjá hvernig hlutinni birtist nefnum á fólki. Hvenær? Ásgeir minn bara á þessar stundu byrjaður að fara þetta og við erum með svipuna á honum alla daga, þannig að við erum að vona að í febrúar komi þessi hluti. En Bryndís, hvað ertu Bryndís? Veifaði fólki Bryndís. Það Bryndís sem manneskjan á bakvið öll kennsluvídeóin sem við höfum verið að gera og það getur hjálpað fólki rosalega mikið. Við eigum alls konar vídeó sem sýna nákvæmlega aðgang nemenda, hvernig námslotur birtast og allt þetta, en auðvitað segir miklu meira að sjá það sem þið voru að setja í birtast hjá þeim. Þannig að þetta bara hæsti forgangur hjá okkur núna og vinnslu. Já, ég þarf ekki magnunandi. Ég bara með einfalda spurning. Ég sá aðganginn hjá foreldrum hjá árbæðarskóla. Deila nemendur aðgang með foreldrum? Er þetta sami aðgang? Nei, ég get svarað þessar bara líka að það sitthvar aðgangurinn. Nemendur eru til dæmis, við erum búin að bæta við og eins og Jens var að sýna í verkefnunum að þá fórum við í mjög skemmtilegt hönnunarverkefni með bresku fyrirtæki sem sérfræðingur svona viðmót hönnun, þar sem við vorum að búa til í rauninu þetta verkefna viðmót. Þess að nemendur hafa meira sjálfstæði, þeir eru skipleggja verkefnin, þeir geta sendt skilaboð beint á kennarinn sinni eða með einhverjum spurningar. Þeir geta merkt að verkefni sé búið, þannig færast það þannig úr lokið yfir í vinnslu og yfir í lokið. Þeir geta búið sér til svona vörður og þannig að það raunveru heilmikið sem nemendur geta núna notað mentor í staðins að vera bara að lesa upplýsingar. Þeir geta sett sér inn færslur inn á skóladagatal og fleira. Þannig að þeir núna orðin mjög virkir og tímalína sem var minnst á áðan. Það raunveru svona verkfæri fyrir nemendur til að vinna saman eins og ef að kennari setur verkefni eða eitthvað inn í námslotu, þá geta nemendur póstað þarna inn á þessu tímalínu og spurningar hvað þið hérna að leita heimildum og einhver nemandi að svara, ekki endilega bara kennari. Mentor bara svona vinnutæki til að vinna saman, en foreldrar sjá öll sín börn, hvort sem þau eru í leikskóla eða grunnskóla eða skólastigin eru að nota kerfið. Nemandinn sér auðvitað bara sinn aðgang og þeir hafa hann aðgang að posta einu upplýsingum og tímalínu og búa til færslur í skóladagatali sem öðruvísi hjá foreldrum. Þannig að það meginmunur. Ég hef með spurningu varðandi hvernig staðan á rafrænum verkefnaskilum og tegundir af skilum sem nemendur geta skilað inn í gegnum mentorkerfi og þá úr spjaldtölvum. Það í raun og veru þessi eining sem ég var að lýsa, þegar verið að nota þennan nýja hluta, K3, að þá geta nemendur skilað inn rafrænt verkefnum og ef þeir eru að nota Office eða Google og eru búið að samsaka það, þá geta þeir sótt verkefni þaðan eða hvað sem. En geta þeir skilað inn til dæmis myndböndum? Já. Og geta það bara saman hvaða skjálforma það er ekkert að Já, ég nú held ég sé ekki að ljúga þig, en það geta verið einhver stærðartakmörk. Í sjálfum sér þá ég bara linka á milli, allt sem verður í umhverfinu sem verður frá aðgangaðinu í skjálfinu, að þú bara vísa á það skjálf, þannig að við eiginlega bara vísum þannig, þannig að það óhagum bara að það er. Og það líka gott að nefna þetta því að kannski eitt sem kom ekki fram á það, en einmitt svo frábært við nýju námskrana og það að nemendur eiga að fá tækifæri til að sýna þessa hæfni með mismunandi hætti. Og eins og einhver var að tala með þeir spurningur til Þorsteins áðan, að kannski í september þá varst að mæla svona og svo hann allt öðru sér núna. Það getur líka verið hvort hann fær að sýna þessa hæfni með að gera vídeo eða vegspjöld eða hvort það er skrifleg próf. Það getur verið mjög mismunandi. Og við erum svolítið að opna fyrir það með þessum námsmöppum og með því að geta skila verkefnum og þannig að Er ég næst? Nei, næst. Fyrir hæfni viðmiðin sem skólarnir setja, geta þeir gert það sjálfir eða verða þeir að keyra þeir gegnum umhverfið að setja fyrir? Og ég svara öllum spurningum þessum lítið ekki. Í raun og veru þá erum við
skólanámskránni, þeir skólar sem eru búin að taka þessi hæfniviðmið og endurvinna þau og umorða og gera þau kannski nemendamiðaðri, þeir þurfa í raun og veru að setja þeim í Excel-skjöl og senda til okkar. Og það er best að hafa samband við okkur fyrirfram og við sendum ykkur þetta ákveðnu sniðmáti, þannig að þetta sé sem einfaldast. Þegar við að nota mikrofón, það ekki neitt að aftur stjórn. Það spyrja bara svona. Halló, ef að þerfamarkmiðin eru í framlagskerfinu okkur, til að vinna það, og við getum ekki sótt upp einn, þegar við erum að vinna þessi, við komum að það, að hvernig getum við tengt þau, það í rauninni bara skólanámskrá. Getur þið opnað fyrir á milli, þannig að fyrir að setja það aftur upp í Excel-skjöl og senda. Í raun og veru eins og kannski minnskilningur er að það voru þrepamarkmiðin eitthvað sem að raun og veru eru dottin út. Þú kannski tala um námsmarkmiðin sem þeir eru búin að senda. Já. Í raun og veru eru þau ennþá kannski í eldri hlutanum en skólar hafa verið að senda okkur viðhaflega lesin og það eru margar leiðir. Við höfum reynt að koma til móts við skólana þannig að þeir geti vinnið þetta sinn hátt. Þannig að sumir skólar eru jafnvel að nota bara skólanámskránna sem námsmarkmiðin í staðinn fyrir hæfniviðmið. Því þau eru unnin út frá hæfniviðmið og þá er þetta að lesa þau inn í kerfi hjá okkur. Er eitthvað möguleiki að það komið til með að breyta að við getum sett inn sjálf hæfniviðmið? Af því að ykkar hæfni í námskránni er bara 10. 7. 4. bekk, þannig að við viljum kannski búta betur niður fyrir 8. og 9. bekk. Líka bara það að koma skyndilega breytingar og annað að einfalda að breyta sjálf þessu að saman. Vilborg, ég held að þetta er að fara inn í það sem að þú getur einmitt dreift hæfniviðmiðunum niður á námsárin og það er eitthvað sem að við hefum verið að leiðbeina mörgum skólum með og er rosalega sterk eining í kerfinu því að þú ert auðvitað að vinna með þessi hæfniviðmið í 3-4 ár og það er mjög erfitt að vinna með öll hæfniviðmið á hverju einasta ári og þetta er í raun og veru svona skipulagseining þar sem skólinn getur farið og raða niður sum hæfniviðmið kannski þannig að þeir vinni með þau öll árin, önnur eru kannski bara vinni með 8. bekk eða bara 9. bekk og þau eru að reyna að opna þetta til að sýna ykkur betur. Svona, hvað er það komið? Við vorum við út í útskipta. Sko, í rauninu og veru getið þið sett inn hæfniviðmið. Við erum bara að leita einhverja súper þjónustu. Þannig að þið getið alveg gert þetta sjálf í kerfinu. Það er bara, þeir fljótari að senda okkur og við setjum þetta upp á okkur nátt fyrir. En þetta er allt hægt. En ef við senda það eitthvað, þá getum við lagað til. Já, þið getið gert þetta. Þannig að þið getið sett inn bara 8.000 markmið. En aftur móti er það við bara hjálpum til eitthvað að setja hvernig allir að meta það ekki, að setja rétt að kerfi á bakvið og þetta fljótar stundum að gera í Excel-skjölunum allt hægt að gera í kerfinu. Þannig að þeir eru alveg þannig sjálflega það. Já? Nú fengum við í vikunni tíðsort af útskriftar og í byrjum var sagt að næsta ári myndi líka setja þetta einhvern hér. Hvernig gengur þetta? Það er ekki að byrja það. Ég vakið auðvitað. Við sérstaklega erum svolítið, við erum nokkuð undirbúin en við erum ekki núna í nægilega mikið sambandi við menntastofnunum hvernig þetta á að vera. Eins og við lesum kannski á heimasíðunni sem við það benda á að þá er ég að þetta sé gert inn í kerfunum og það nefndu okkar kerfi meðal annars. Við erum með í núverandi kerfi þannig að þið getur skráðið það saman en það er þetta loka skiptin sem við ræðum. Erum við að fara að búa til eitthvað skiptinni sem að lítur nákvæmlega eins og þið sjáðu á vefnum sem er kannski, ég veit ekki hvað einhver finnst það úti en
Við erum bara eftir að fá betri svörin við hvort að það sé endalega, en við sjáum fram á að þetta ferli sem á sér stað hér sem við erum að sýna, að það styðji alveg við þetta, þannig að það þurfi einhverjar meira aftur byltingar í þessu til þess að svara í slíkt. Og við viljum og við sjáum fyrir okkur að nýta eins og hópamati að þið getur verið að merkja við þar þessar einhvernir og það bara sjálf að fara síðan inn á vitnisburðarblöð. En það fullt af spurningum, við vorum að fundi í haldinu auðum, skrifum niður fullt af spurningum sem við erum að senda til Menntamálastofnunar varðandi þetta, þannig að Bretarnir, þeir vorum að hlæja okkur, Bretarnir að vera eftir svona ársfyrirvara öllu og svo 2-3 ári í Þýskalandi, og við sem þetta var tilbúið í apríl helst, þannig að við varum rosa glæsin, en við finnum út úr sig. Típist. Sem svo skóli alltaf ákvæða að taka hversu okkar tíma tekur að setja inn öll viðmiðin og það sýtt allt sem við fyrir hvert skóla. Allt sem kemur frá aðalnámskránni bara tilbúið inn í kerfinu, þannig að það tekur enga tíma. Ef að þið eigi skólanámskrá eða endurvinna hæfniviðmiðin eins og þetta er náttúrulega gríðarleg vinna og það er svo misjægt hversu langt skólarnir eru komnir og við sjáum það hjá okkur að sumir skólar nota bara hæfniviðmiðin eins og komur aðalnámskránni og auðvitað eru allir bara að nota matsviðmiðin en síðan eru aðrir sem eru að lesa námsmarkmið eða eru búin að endurvinna hæfniviðmiðin. Þannig að fyrir suma erum við ekki að gera neitt, þetta er bara tilbúið. Við getum byrjað að menta og vinna. Það er bara, það tekur eitthvað tíma að lesa þetta inn, eitthvað svona 1-2 dagar frá því fáum skjalið frá og þá til að þetta vera tilbúið. Við getum í kerfinu hægt að breyta tungumál. Þannig að spurning var hvað með fólk sem talar íslensku og það breyti yfir í ensku til að fá það kerfið á ensku. Náttúrulega ekki innefnir. Og líka fyrir foreldra og nemendur. Mér langar að spyrja því notum við í mínum skóla og búin að gera mjög lengi það sem heitir leðsagnarmat og heitir framstöðumat. Notum það svona fyrir foreldraviðtöl þar sem kennarar meta krakkana og krakkarnir meta þeir. Er eitthvað svoleiðis svipað í boðum þarna? Þannig að krakkarnir getur líka metið sig. Já. Skilur þau? Það er ekki alveg flóknu spurningarnar. Þetta er mjög einfalt spurning. Frammistöðumati við erum tengja allt þetta nýja sem tengist nýju námskránni við það sem er nú þegar til staðar í kerfinu. Þannig að þið getið haldið áfram að nota frammistöðumati fyrir foreldraviðtölum alveg eins og áður. Síðan er stór eining sem við erum við á hönnunarborðinu núna og erum að vinna að það er í raun og veru sjálfsmat nemenda. Í hvað þáttum eiga þær að geta metið sig sjálfur, eða hæfniviðmið, bara matsviðmið eða hvernig. Þannig að það er eitthvað sem við erum að hugsa ekki fyrir á næsta skólaári en frammistöðumati en það bara hopnið áfram. Já, mér Þorsteinn og Jens hefur sleppa velja það er komið krefjandi spurningar. Er allir kennarar bara glaðir með þetta í árbæðaskóla? Já, sýstum við. Já, ég get alveg sagt að þú kynnti þarna hvernig breytingar verða á sér stað. Við þekkjum hann nú í skólaumhverfinu á síðustu árum að við erum ekkert endilega öll sammála allt á öllum stundum. En ég verð að segja það að þetta innleiðingarferli sem við hófum og það sem við að gera rétt upp hefur gengið, ég segi bara vonum framar og við heyrum meira og meira núna á fundunum orðin svo frábært og æðislegt og gengur við verð. En ég er ekkert öðru sem er annars þar, við erum að skipta kerfi, við erum að vinna í bókstöðu núna en ekki tölum og við erum það er alveg á því hvernig það er, en ég held að mín tilfinning er svo að við séum á algjörlega hárgættum leið. Kemur ekkert applíkað spjallsöfur? Fyrir nemendur eða fyrir kennara? Bara hvort tvekja því við erum í Kópavogi, við erum bara með spjalltölu út að líta með og svona. Já,
viðmót nemanda náttúrulega fyrir aðlega sjálfkrafa að þeim skjá sem þú lokar þeim af, eða skráir þeim. Þannig að fjölskylduveðurinn eða viðmót nemanda virkar frábærlega á símum og spjaldtölvum og öllu því. Við erum alltaf að vinna með þetta í kerfinu sjálfu, þetta virkir vel fyrir og flestar einingar nýja námsmati virka vel á spjaldtölvum. En við erum að vinna í appi núna þar sem þú fær svona tilkynningar fyrir foreldra og nemendur þegar eitthvað nýtt sem að verður mjög spennandi. Það er þessi tvö stóru verkefni fyrir okkur sem eru hugmyndir einmitt frá íslenskum skólum og notendum, annars vegar geta farið og séð viðmót nemenda og hins vegar þetta app sem við erum að vinna í. Mér langar að koma inn á með Árbæjarskóla það sem ég held að sé mjög sterkt hjá þeim og ég hef séð kannski öðruvísi á þeim en öðrum skólum að þau náttúrulega hafa verið með svona leiðtoga í þessari breytingastjórnum sem er Jensey og hefur verið að reyna að kenna hann áfram og svara spurningum og leita til okkar svona tengilið. Þannig ég held að það sé mjög góð aðeins fyrir skólum. að þá skiptir þetta gríðarlega máli og samvinna að kennara einu skóli. Það næstum því að hverjum aðra gríðarlega í þessu og það það sem að fara að vera. Það ekki, ég meina, mér er ekki undirhendur að sitja ekki með lægi einu skóla sem við erum að gera þetta saman og hafa þessa heildarsýn og við erum náttúrulega næstum að lista að ég sem næstum skrifa hérna í innleðingu hér í þessum skóla ef við erum að fara inn og kenna um fyrsta til fjórða fyrir að koma þeim inn í nákvæmlega sama ferli og vera ólíkast í einu námi. Og þau bíða bara eftir því að kennararnir það bíða eftir því að við hefum það ferli með þeim. Ég aðeins þú voru eiginlega búin að svara eftir spurningu sem ég á með. Ég ætla að kanna sem að ég var að tala um að skipta sem miklu máli að svandaði bakið á kennurum í fyrir nýjönda ferli og ég segi eins og það segir ykkar stuðningur frá við kennararna og kontaktur við mentor. Hvað kennarið eftir tölvum sem að maður með eða hvað? Ég er grunnskólakennari. Þú ert bara úr kennarahópnum? Ég er úr kennarahópnum, en ég er verkefnastjóri núna og ég kenni upplýsingar. Þannig að ég er tölvukennari í grunninn. Það er bara að hugsa mig svona að hvað er að eða hvað aðeins er best frá því eða svona steigum eða hvernig Það bara skiptir í líðarlega leiknum máli. Ég sé kennir tölvverði verðum en hlutir aðeins strax er að halda utan þessa innleiðingu og það skiptir alveg gríðarlega miklu máli að þegar að uppkoma kemur land í þessu og það vantar neðsögn og þeirra það sé aðeins í skólanum sem að leita til og leysi málinn jafn halda. Þetta er algjört grundvallaratriði og getur líka samþætt vinnuna sem er í gangi. Þannig að á hverjum tíma þá getur við nákvæmlega hvað er að gerast í hverju fagi, í hverju árgangi og við þau kostar gríðarlega vinnu á kennarana líka aukalega. Við erum að gera alveg sérstaklega innleiðingu af þessu. Við vorum með vikulega fundið það sem að á tímabili það sem við vorum bara að sjá hvað breytist frá einni viku til næstu viku til næstu viku til næstu viku. Við vorum að fara stöðið til sömu hlutum og læra þetta á öðrum. Það skiptir gríðarlega. En á milli skóla, þá finnst það eins og allir skólar sé að finna fjóli hver í sínu hópi. Sko, ég er algjörlega sammálaður í þessu, bæði með efnivinniðinn og grunnþættina og alltaf þessi innleiðingu þegar ég fer inn á heimasíðu Árbæjarskóla og taka alltaf sem við notum út af henni og þannig aðferðarlegt í skóla við leita inn í okkar hlut alveg svo við vinnum því auðvitað áðarlega þannig. Það er alveg fáránlegt að sem það vinna sömu hlutina upp í skólanum ef maður ekkert að nýta einn og öðrum. Þetta er grundvallaratriði. Ég hvet ykkur til þess að kíkja bara á heimasíðuna og til þessi einn getur. Þeir nýtt og nýtt hugsun og þeir skiptir rosa mikið máli að og það er líka inn í kerfinu er líka hægt að vinna saman. Það er hægt að deila námslosu með sveitarfélaginu. Þannig að það þarf bara að hugsa þannig. Herðu, þá langar við bara að taka fyrir kærlega fyrir tónleiknum í dag, taka fyrirlestunum okkar